já. Þessi kassi hér já, ég kalla hann sem sagt hlera, hann er sem sagt að gerðinni integer, sem sagt heiltala, og þetta bara í gagnagrunnunum hérna sem heiltala integer hleri heitir hann, og það spurning hvort ég hef verið með þetta sem lista inni hjá ykkur í verkefninu. Hérna höfum við, hér hlerinn, hann hérna neðstur, integer, og ef við skoðum hann aðeins nánar þá förum við hérna í animation type, já, býtum við, ég þarf kannski að taka hann eitthvað aðeins í sundur, býtum við, type, drawing, já, línur, og pattern horizontal. Ok. En sko, sem sagt, það á nú að vera eitthvað meira inn í þessu. Já, ok. Það einhver annar rammi hérna, þetta virðist vera einhverjir 2 rammar. Og síðan hérna á bakvið, hér animation, hleri, animation type, já, hérna kemur hann. Hann hérna bar chart. Já, það hérna, þetta innri hlerin hérna, virðist vera. Býtum við, hvað ég að gera? Ég ætla að færa hann aðeins hérna til. Það virðist vera einhverjir 2 hlerar hérna. Og innri hlerin allavega hjá mér, ég ætla aðeins að skoða hvað þessi rammi hérna, þetta verðist vera einhver annar hleri hérna sem sett yfir hinn, einhverju hluta vegna, og hann ekki með sko bar chart. Þannig að líklega þetta eitthvað til þess að við sjáum þetta virka eðlilega. Ég smelli á bak. Já, ef ég fer hérna á þannig sem ég hef þá bakvið, þá hérna bar chart, þá sem sagt það hleri og hann integer, og ef ég fer í animation type og þá var ég að velja bar chart og smelli á það, þá sem sagt default color þessi rauði litur þarna, eða rauðbrúni, og hann þá að sem sagt type gerð 2 hérna, og ég hef hérna maximum 40 og það maximum 40 á þessu. Þannig myndum við stilla þetta. Og já, ég þarf bara að skoða eftir hvernig hérna, af hverju ég þurfti að hafa á 2 þegar ég seti þetta í gang. Sem sagt, hann að keyra þá niður. Við sjáum það hérna niður. Ok. Og sem sagt, í drawing, þá þetta pattern, það svona horizontal, svona línur. Ef við sjáum þetta hérna, það er ekkert efst uppi, none, svo kemur full og svo kemur horizontal. Ég valdi það. Ok. Og þessi hérna, já, litur svo á því. Já, rauðbrúni litur þarna. Ok. Já, býtum við, það bara ok á þetta. Þetta fylgskuður á það? Já. Þetta í heimaverkefni 5. Og þegar ég hérna
skoða, já, hér svo teljarinn. Sem sagt, ég set þá þessa 40 í hann, sem sagt, þannig að keyra niður þá ég að fá einhverja 40 púlsa hérna frá þessum púlsgjafa sem er system biti, það er S5. Þannig að hann lokar hérna niður og svo opnar hann hérna upp hins vegar fyrir þetta er alveg öfugt hérna á teljarann vegna þess að ég byrja uppi. Þegar ég fer í að loka þá fer ég í count up, þá tel ég upp í 40 og þá fer hlerinn niður. Og síðan þegar hann ætla að opna hann þá hleypi ég hérna inn á count down en þá fer hann upp af því ég byrja uppi. Svo eru bara þarna skynjarar sem sagt og það eru bara þessi rofar sem stjórna því og eru ljósgeisli og ljósgjafi. Það er sem sagt hérna og þessi hérna nemur ljósgeisla og skynjari fyrir það að hurðin sé niðri eða hlerinn sé niðri. Sjá, já, þetta er svona. Og ég ætla bara að prófa að hafa þetta hérna meðan ég prófa að setja þetta í gang og sjá hvernig þetta vinnur. Ef við skoðum aðeins yfirlitið á þessu í Project Browser, þá höfum við bara teljara í Logic. Þetta er ekki mikið meira en það. Og hérna eru tveir rofar, opna upp og loka niður. Skjár, teljarar og sem sagt databaseinn. Og í databasenum er bara, hvernig næ ég honum inn? Hérna, já. Hérna eru bara þessi þættir. Það er eitthvað hérna fjarstýring sem sagt fyrir að loka, fjarstýring að opna. Það er þessi hérna tveir takkar, fjarstýring að opna, fjarstýring að loka. Og ég hlýt að þurfa að hafa það einhvers staðar inn á einhverri stýringu. Þannig að lerinn hann fer upp og niður, ljósgeisli hérna og svo loka niður. Þetta er sem sagt S2. Hvað er hann? Það er S2. Það er að loka hérna og S1 er að opna sem sagt upp. Hvað er S1? Hann er hérna neðst, það er opna upp, það er S1. Hann er hérna á skjánum. Og svo er ég með einhvers konar neðastopp S6, ég spurning hvort ég hef einhvers staðar komið honum fyrir í stýringunni. Það er hugsanlegt. Jú, hann er hérna uppi á myndinni, S6, neðastopp. Og hérna hef ég haft útganga fyrir að sýna hvort að hann sé að fara upp eða fara niður. Því að þá er hérna mótor að loka niður, þá fer örugglega þessi hérna rauði inn og mótor að opna upp, þá er örugglega græni að lýsa. Og síðan er ég með markrofa hérna lokað B2, það er þessi hérna niðri og svo markrofi opið B1. Það er hérna uppi. Svona sjá, ég var aðtúa hvort þetta keyrir eitthvað. Hvort ég er bara með hérna einfaldlega þessa stýringu hér. Það er opna og loka, svo eftir að bæta við sjálfsagt þessum fjarstýringum færir í rauninni bara beint á þetta líka. En við skulum sjá hvað gerist. Ég ætla að minnka bara þetta niður og prófa að setja þetta í gang.
Svo setjum við Hermes forritið af stað. Já, þannig bara það. Þessi kassi hérna, hann verður hérna tómur fyrst. Kannski hef ég bara verið að búa hann til aftur, ég ekki alveg klár á því. Við erum bara að sjá til hvað gerist. Nú sendi ég forritið yfir í Hermin, transfer, og við prófum að setja á run. Og þá þarf ég að gera skjáinn virkan. Þá velj ég skjáinn hérna með því að smetla á hann og smetla á enable write variable. Og hvað gerist þá? Þá verður þetta bara allt saman tilbúið. Ég er bara með þessa virkni. Hérna. Spurning hvort er eitthvað hérna fyrir neðan. Nei, það er engin frekari stýring á ferðinni hérna. Og ég fer hérna yfir þetta hérna. Þá virðist hann bara vera að loka. Ok. En hvað gerist ef ég ætla hérna að opna hérna upp? Þá hérna breytist talan. Ó, ok. Hún hækkar, já, býta nú við. Heyrðu, þetta er eitthvað skrítið. Hvað er upp í 84? Jæja, ég ætla að prófa að fara hérna niður aftur. Já, það kom einhver rauðljósið og svo kom þessi hér. Býta nú við. Já, nú er eitthvað að gerast. Já, ég fór í... Nú er ég að fara að loka. Ég hef kannski bara verið að teikna aftur þennan kassa hérna. Það var kannski það sem var málið. Að hann var hérna fyrir. Eða ég bjó bara til annan kassa. Þegar mér sýnist að ég þurfi bara þannig eina hlera. Þá er ég komin upp í 40 og þá er ég búinn að loka. Ef ég fer hérna upp, þá opna ég bara. Og ég stoppaði þetta ekki. Það væri kannski gott að koma fyrir stýringu, þannig að þetta myndi stoppa uppi, þannig að ég fari ekki í mínustölu hérna á teljaranum. Svo en hann ætti að stoppa þessast í 0, svo er hér. Einn er komið hérna og svo hérna loka ég verðin hér. Og svo er ég komin upp fyrir þetta hérna. Þannig að þetta er ekki alveg að öllu leyti frágengin þessi stýring. En svona getum við byrjað og átta okkur á því hvernig við höldum áfram með að láta þetta virka betur þannig að hann fari ekki yfir tölurnar í þessi teljari til dæmis. Og þessi hérna, þessi fjárstýringin, hún er ekkert farin að virka hjá mér. En svo átt að vinna þannig að ef við erum að loka, sko ef þetta er hérna uppi einhvers staðar og það kemur hérna ljósgjafinn, hann ætti að koma við veg fyrir, eða það er ekki búið að setja neitt hérna inn sem útilokar það að ef einhver stendur fyrir hérna og þá ætti hurðin ekki að lenda á honum. Og þessi ætti að skynja það að hann sé kominn niður
og þessi ætti síðan skynja að hann sé komin upp. Svo ættu að geta útbúið svona einhvers konar neyðastöð á leiðinni. Og hér höfum við þá verkefnið, þurfum að ljúka tengiskrá og hér eru þessi hlutir, skynjarar og hnappar sem við fáum boð frá, opna, upp, loka, niður, fjarstýring, opna, fjarstýring, loka, svo geisli, þannig S5, neyðarstopp S6, markrofið að sé opið B1, markrofið að sé lokað B2 og svo eru útgangarnir hérna, mótor sem að er í að opna upp K1, mótor sem að fyrir mótor fyrir að loka, það er þá hérna K2, gæti kannski verið snúningsháttaskipting bara með 3 fasa eða eitthvað og hlerinn, það er í hvaða stöðu hann er 0 til 40, þegar hann komin upp í 40 þá er hann lokaður og þegar hann komin í 0 þá er hann full opinn. Sem sagt, hér er verið að sýna hvernig við stillum þennan hlera hérna og hvað við veljum hér. Drawing, hérna horizontal og að fara í animation type og sem sagt bar chart og smetla á það, þá fáum við þennan glugga hér og velja þar númer 2 að hann fari niður ofanfrá. Það er svona eðlilegt því að hann hérna þá fyllist sem sagt þessi kassi ofanfrá eins og hurðin sé að koma niður. Þetta er svona skásta leiðin sem ég fann í það að leysa þetta að maður gæti þá sýnt það einhvers staðar á skjá, til dæmis inn á einhverju eftirlitskerfi í hvaða stöðu þessi hleri er, hvort hann er niðri, einhvers staðar miðjunni eða opinn eða hvað, alveg hægt að sjá nákvæmlega í hvaða stöðu hann er. Og þá þurfa náttúrulega skynjarnir líka að gefa merki, til dæmis þessi niðri og uppi sem dæmi. Og þannig að það eru þessi 2 sem að skynja, svo er einn öryggisskynjari hérna sem er ljósgjafi. Ef einhver köttur fer hérna inn að hann rjúfi geislan þá og verði ekki fyrir hleranum eða einhver manneskja eða eitthvað fyrir ljósgeislanum, þá ættum við að líka að hérna láta hleran bara fara aftur tilbaka upp. Svo að þetta er svona kerfismyndin af þessu og hér er svona flæðirit sem er lýsing á virkninni. Þannig að við ætlum að reyna að gera virknina eins og er lýst í þessu flæðiriti. Ef er hérna ef er þrýst á hérna hnappinn til þess að loka sem að var merktur S2 niður, það kæmi þá hérna inn í þetta, að þá fer lokunin í gang og svo kemur hérna spurning hvort það er ýtt á fjarstýringuna eða eitthvað annað eða hérna eða hnappinn sem sagt S1 fyrir upp eða að nándarskynjarinn niðri að honum er náð að hlerið sé komið niður. Ef hann til dæmis myndi gefa einhver af þessum skilum myndi gefa
að þá myndum við bara slökkva á mótornum, turn off. Og hér, ef að ljósgeislun er á, já, þá já, ef það er ekki ýtt á neitt taka, þá er bara beðið eftir því að sé ýtt á einhvern hnapp eða að, já, til að stoppa, eða að neðri hæðarneminn gefur merki. Þannig að ef að hins vegar á leiðinni niður, ef að ljósgeisli kemur á eða sem sagt að hann rofnar, ef það er no, að þá fer hann strax í að opna dyrnar svo að lendi ekki ofan á einhverjum lifandi veru eða dýri eða einhverju. Þá fer hún í að opna, turn on door open. Þannig að ætti það að virka. Og svo fyrir neðan, þá bara bíður eftir því hvort það er ýtt á annarkot remote eða button. Og hérna er það rauninni bara einn hnappur sko, sem er bara annarkot fjarstýringin eða hnappur. Ég er með 2 hnappa í staðinn fyrir bara einn. Sennilega er þetta bara í mörgum tilfellum bara einn hnappur. Og þá slokknar á að opna, þá hættir hann að hífa hleran upp sem er ósköp eðlilegt ef hann er kominn kannski í limit í efri hæðina skynjaran sem að skynjar að hann sé uppi í einn, að það væri þessi limit boost, og þá bara slekkur hann á mótornum svona, og svo er bara beðið aftur í að verði þrýst á að loka aftur. Og ef þetta gengur allt saman, turn on close, og við förum beint niður, þá er ég bara eftir að fara í gegnum það. Býtu nú við. Já, hann kemur aftur ef að, já, ef hann ef eitthvað af þessu gefur merki, þá fjarstýringin eða hnappur eða neðri skynjarinn, að hurðin sé lokuð eða hlerinn sé lokaður, þá slokknar á mótornum. Svo kemur út úr því beint niður, það er spurning eða skilyrði eða eitthvað, er þrýst á fjarstýringuna eða hnappinn. Ef svo er að þá opnast, þá fer hann aftur í opnunina, og síðan hér er beðið eftir því að ýtt sé á annarkot fjarstýringuna eða hnappinn, og þá annarkot keyrir hann alveg upp og stoppar þar, eða við getum stoppað einhvers staðar á leiðinni. Allt í lagi. Góða helgi. Sjónis. Sjáumst bara næstu jól. Nei, kemur fiskfyrir í næstu. Og hér höfum við þá kerfismyndina, og við þurfum bara að klára tengiskrána og reyna að byggja þessa virkni, og síðan að merkja innganga og útganga fyrir þessar einingar, og hér er þá
aðeins meira laust. Hérna er markrofi til þess að sýnir ef það er lokað. Já, hér er eitthvað annað og hér er líka fyrir markrofi fyrir ef hann er opinn eða búið að opna eða komið alveg upp, að þá er það hér og hér er svolítið stýring sem við getum prófað að setja í forritið og sjá hvernig það virkar. Og þá hefur við hérna í staðin fyrir 40 þá hefur við 300, en það er alveg hægt að hafa 40. Hérna er gengirinn kannski bara aðeins hægar hugsanlega. Og svo ef við náum einhverjum markprófum fyrir hérna að það sé lokaður eða það sé opinn, að þá fer bara reset á fyrir mótorinn að loka eða að opna. Og hér er reyndar flæðirit sem stýrir opnun og lokun. Hér er bara ég er að reyna að líka eftir því sem að flæðiritið hérna uppi var að gefa okkur svona vísbendingu hvernig við getum leyst þetta. Þannig að þá reyni ég að yfirfæra það yfir á þetta flæðirit hér sem er með í verkefninu, og þannig við ræsum hérna að loka og hérna kemur bara skref sem heitir loka skúr og þá fer mótor í gang, loka niður. Svo getum við þrýst á nafn sem heitir stoppa lokun og þá er bara hleri stopp og hér ef hann væri að loka og ef að ljóskenslinn myndi rofna, að þá fær hann strax í að opna. Þá fær hann bara beint hérna í skrefið að opna. Þetta er svona öryggisatriði. Ef einhver lappar fyrir ljósgenslan, þá fer hann beint í opnunina til að sé engin hætta á ferðum. Og eins ef að hérna er þrýst á neðastoppið, að þá myndi bara fara í skref sem er hleri stopp. Og hleri stopp, hvað gerir hann? Hleri stopp, það er þetta skref hér. Hérna myndi ég halda að myndi setja reset á mótorinn sko. Og það er möguleiki að mótor sé bara ekkert í gangi hérna, en því að hér er non sko, það er ekkert sett á honum, þannig ef hann fer í gegnum þetta hér, þá bara stoppar hann. Já, og svo til að klára tengiskrána, þá höfum við lista úr dataeditornum, þar sem við erum með hnappa til þess að opna og loka, og frá fjarstýringu að opna og loka. Það erum við frá SN upp í S4 og svo er S5, það er ljósgeislinn, neyðarstoppið er S6 og svo höfum við 2 markrofa, þegar hún er opin, B1 og lokuð, B2, og svo er 2 útgangar, K1 og K2, þess að opna upp K1 og loka niður K2. Og þetta kæmi þá hérna í tengiskrána sem þá Q1, Q2 og síðan kemur bara í 3 og svo framvegis hérna niður. Svo að hérna þið getið klárað að fylla upp í tengiskrána og svo væri ekki úr vegi að merkja sem sagt innganga hér á inngangseiningu fyrir innganga
og síðan getur verið merktur hérna Q1 fyrir K1 og Q2 fyrir K2 til dæmis, og þannig að við tengjum þetta aðeins svona við búnað sem að tengdur inn á vélina. Þá við tengjum þetta ekki núna, en svo hérna teljararásin, hún þá byggð upp með þessum teljara hér, og hér systembiti sem gefur okkur púlsa, prósentumerki stórt S5, systembiti 5, gefur okkur púlsa til þess að telja upp, og frá því sem ég var með þarna áðan taldi upp í 40, að þá hérna reyndist mér bara betra að nota 300 skipti til að loka eða opna. Þá var þetta svona raunverulegur tími og svona opnunin varð eðlilegri, og hérna þá fáum við merki frá mótor hérna að loka niður til dæmis hér, og að markrofi sé ekki orðin virkur hérna. En þegar markrofi lokað B2, þá fáum við ekki lengur upptalningu á teljaran. Og svo hins vegar ef að við erum að opna, þegar þetta upp, að þegar komið upp í opið, að þá rífur markrofin hérna þegar við erum komin alveg upp. Og það gert þannig að ef að hlerinn orðin með 300 skipti, það hlerinn hérna merktur sem CVAF, og 300 skipti PVAF hérna, að þá markrofi lokað B2, þá það efra, þá verður hann virkur og þá rífur hann hérna. Þannig að við teljum ekki meira lengur en upp í 300. Og síðan verið að opna, að þá fáum við þegar að markrofin komin í 0, þegar samanburðurinn komin í 0, þá verður markrofi opið B1 virkur og hann rífur þá hérna, þannig við setjum ekki lengur púlsa inn á niðurtalninguna. Og það dettur líka mótor opna upp K1, þá dettur hann líka út í leiðinni. Af því að hér kemur reset á mótor opna frá markrofi opið B1, hann kemur hérna og resetar mótorinn. Og á móti markrofa lokað B2, hann resetar mótor loka niður. Og síðan þegar við skoðum berum kannski aðeins saman flæðiritin, þá svona aðeins reynt að fylgja því sem að gerast hérna efst í flæðiritinu. Það við þrýstum á annaðhvort að loka, þá þá fer mótor í gang til að loka hlerann. Og það sama gerist þá hér, að við byrjum þannig að það ákveðin skilyrði fyrir því að við getum byrjað að loka, og þetta transition sections sem að eru hérna, þar sem að við erum með texta hérna fyrir ofan, þá einhvers staðar forrit þarna bakvið, og það þá hérna að loka, það útgangur sem heitir loka hérna, og hann fer í gang ef að ljósgeislinn virkur og það sé þrýst á annaðhvort að loka niður eða fjarstýring loka. Þetta eru skilyrði fyrir því að þetta hérna skilyrði sé uppfyllt, loka. Og þá kemur þessi inn og annaðhvort stoppa lokun hérna, hérna stoppa lokun, annaðhvort hérna skynjarinn uppi, býtur nú við, nei, markrofin lokað B2, eða þá við ýtum á opna upp, við viljum opna í staðinn.
að hérna þá stoppar hann lokun sko. Og þá fer hann yfir í hleri stopp. Og síðan ef að ljósgeiturinn virkar þá fer hann beint í að opna og hoppar í þetta skref hérna og þá opnar bara fer upp og þá eftir á tíma þá annarkot þrýst á neðanstoppið eða að markrofi opið hann lætur hann þá hoppa bara í upphaf þá bíðum við eftir óskum eftir að loka og hins vegar stoppa opnun hérna þá eru einhver fleiri skilyrði fyrir því stoppa opnun hérna býtum við stoppa opnun hvað það hérna var stoppa lokun hérna stoppa opnun það það ef að við óskum eftir að loki ýtum á loka niður eða fjarstýring loka eða að markrofi opið ef hann orðinn full opinn þá náttúrulega gefur hann merki að stoppa opnunina og markrofi opið B1 það var útbúið hérna markrofi opið B1 það var samanburður á því hvað væri í teljaranum. Þegar teljarinn er komin í 0 þá hlerinn orðinn alveg eða hlerinn alveg komin upp eða sem sagt opið inn full opnun og hérna þegar hler stopp þá reyndar hægt að mjaka upp eða niður hleranum bara lítið í einu eða bara meðan maður heldur inn í takka svo loka áfram þá kemur í loka skúr hérna þá hoppar hann hingað en til þess að hann keyri áfram sem sagt á þess að halda inn í takka þá setur maður aftur straum á neðastapið en ef það kemur sem sagt ljósgeisli þá fer hann beint í að opna þá kannski ekki úr vegi að líta bara á virknina hér neðst svo bara aðeins til að skoða hvort að það sem kemur úr flæðiritinu hérna inn sé ekki svipað og við setjum þetta með lásnum ekkert inn það kemur sjálfkrafa inn þegar við setjum inn flæðiritið en hér allt sem við erum búin að setja inn áður hér fyrir neðan opna upp ST og niður í mótor loka niður K2 og til þess að skila þessu verkefni þá beðið skjámyndir það sem sagt þegar hann að opna og þá var í græni hringurinn í gangi og hvernig væri náttúrulega upplifð við sjáum það náttúrulega bara á mynd ef að græni hringurinn opinn og síðan ef að verið að loka þá verið rauður hringurinn sýnilegur en ekki græni og ef að neðstappið var inni þá væri bara neðastoppið aðeins með daufari lit ekki blár heldur bara grár og hins vegar ef að ljósgeislinn rofinn þá dettur þessi rauði út og þá ætla ég að fara í gegnum það nú ég búinn að hlaða inn öðru forriti sem ætti að vera svona loka útgáfan af heimaverkefni 5 í Control Expert og við förum í gegnum þetta þá hvernig hann ætti að virka ég ætla að hafa þetta til hliðar þannig að ég sjái hvernig þetta á að gerast sem sagt við byrjum á því bara að loka hann hérna hann einhvers staðar núna á meiri leið en eðlisfræðin myndi
ræsa sig þannig að hann er þá bara, eða þetta er bara allt opið hérna og við myndum byrja á því að loka eins og kemur fram í verkefninu að fyrsta skipunin er að loka. Svo að við skulum skoða hvað gerist þegar að, já, ég þarf að gera skjáin virkan, skrín hérna, smelli á hann og þetta hérna sé enable write variable, það sé svona blár flötur kringum það og við séum alltaf búin að senda það niður hérna með download project og búin að setja á run. Getur verið að áður en við gerum þetta allt saman þá getum við þurft að fara náttúrulega í file og save archive og það erum að gera að vista þetta, við sjáum það ef það er stjarna hérna eins og er hér að þá er búið að gera einhverja breytingar þannig að þá ef við smellum hérna á save að þá vistar hann þetta og þá hverfur stjarnan eftir að búið er að vista. Og þá er best að senda forritið niður, það er þá smellt hérna á þetta, ég ætla kannski bara að stoppa og fara aðeins aftur í gegnum þennan feril, hvernig við förum að þessu, við sendum forritið, það er með download project og þá smellum við hérna á transfer, sendum við þetta í herminn eða í inntölu og síðan smellum við á run hérna til þess að koma þessu allir í gang og þegar ég er búinn að smella hérna á run þá þarf ég að passa það að skjárinn sé virkur, það er sem sagt ég var að taka hann úr virkni núna þannig að þessir bara rofarnir, hnapparnir eru bara gráir, þau virka ekki neitt og ég verð að smella á þennan hérna, skjárinn er valinn, þá kemur þessi kassi hérna enable write variable, smelli á hann og þá verður þessi virkur en til þess að eitthvað gerist þá verð ég að hafa, ef við skoðum hérna bakvið þetta loka dæmi hér, þá sjáum við hvað þarf að vera til staðar. Það er, já, ég get eiginlega ekki kannski skoða þetta, jú, núna kemur þetta, þá sjáum við hvað þarf að vera fyrir hendi. Ljósgæslinn þarf að vera inni og við þurfum að þrýsta annað á að loka með fjarstýring loka eða loka með hnapp inn í skúr eða einhver staðar annar staðar. Og þá prófum við það, þá setjum við ljósgeislan inn, hann verður að vera inni og reyndar verður fleira að vera inni. Ef ég set ljósgjafann hérna inn, ljósgeislinn verður virkur, það verður hérna rauður og ef ég reyni að segja hérna, ég ætla að fá það niður, þá heldur hann ekki áfram vegna þess að ég er ekki búinn að setja hérna neyðarstöppið inn, þá getur hann keyrt niður án þess að stoppa. Og neyðarstöðvunin var einhvers staðar þarna fyrir framan og hérna ef að það var ekki inni þá fór hann í hleri stopp hérna sko. Og þess vegna verður hann vera inni til þess að haldist áfram í gangi. Og þá er að sjá hvað best er að gera hérna, það er að prófa að opna aftur
og annarkvort með fjarstýringunni. Já, hér er þetta opnað með fjarstýringu og þá sjáum við að græni hringurinn eða græni flöturinn, hann verður virkur og það sem gæti gerst er að einhver fær hérna á neðastöðunina og þá stoppar hlerinn á uppleiðinni. Það er hins vegar hægt að þvinga niður aðeins bara meðan maður þrýstir hérna á, vegna þess að það hoppar hérna yfir í að loka eitt augnablik hérna, loka áfram hérna og þá hoppar aðeins hérna í loka skúr og en svo aftur hérna stoppa lokun og þegar maður sleppir og þá hérna, hann heldur ekkert áfram sko. Ef maður er eitthvað að stilla þetta upp og niður eitthvað, þá getur maður alveg fínstilt hérna opnunina ef maður myndi vilja hafa bara eitthvað hálfopinn eða hálflokaðan, þá getur maður gert það stilt hann þannig með því að þrýsta á upp eða niður. En ef að neðastoppið er inni þá getur hann haldið áfram að opna og þá bara kemur þessi græni inn og helst mótor sem sagt opna upp inni þar til að talan í teljaranum er alveg komin niður í 0 og þá gefur okkur það markrofi opið og hann rýfur hérna þannig að hann gefur ekki lengur púlsa inn á teljaran og við erum komin inn í 0 og þá er hægt að hérna biðja að það sé lokað aftur og þá verður rauði hringurinn virkur og hins vegar ef einhver myndi labba núna inn í bílskúrinn þá myndi ljósgjafinn rjúfa eða ljósgeislinn myndi rofna og hann myndi ekki nema ljósgeisla hérna þannig að þá fer hérna þetta í að opna, þá hoppar það yfir í að opna. Því að ef hérna var verið að loka sko, ef ég fer aftur upp í að setja hérna niður býtum við, þá get ég það ekki nema að ljósgjafinn hérna, að geislinn sé í lagi sko. Þá get ég pantað lokunina, þá fer hann hérna í lokun en ef að ljósgeislinn rofnar, það fer hérna inn eða eitthvað, að þá fer hann strax, hoppar hérna í opnunina. Þannig virkar þetta oftast. Og svo þarf maður að laga það, fer frá eða færir einhvern hlut frá ef hann hefur rofið geislan og þá getur maður beðið aftur að loka. Og svo einhvern tímann á leiðinni þá getur maður beðið að opna líka, þá snýr hann við bara og það er þetta að loka með fjarstýringunni. Nú svona seinni þróun á þessu yrði kannski svo að vera bara með einn hnapp í staðinn fyrir 2, þannig að opna og loka væri í sama takkanum, en þá gæfum við bara einn púls sem að væri frá fjarstýringu og svo bara gæti líka verið hugsanlega bara einn hnappur fyrir annarkot að opna eða loka, bara fyrir eftir í hvaða stöðu hann er og ef hann væri að fara að loka þá getur maður aftur stoppað hann með því þrýsta á kannski stopp eða samatakkan og svo bara aftur á hann og þá fer hann í hinn áttina. Þannig að þá værum við sannlega komnir með líkara flæðrit og er í verkefninu. Sem sagt þá er bara eins og einn takki sem að stjórnar þessu hér. Að ef það er bara ítt á remote, sem sagt fjarstýringartakkan eða takkan inn í skúrnum og það er alveg sama sko hvenær maður bara sé ítt á hann einhvers staðar og bara þegar að verið er að loka að þá ef það er ítt á þennan takka að þá hérna stoppar sem sagt hlerinn, heldur ekki áfram fyrir en að við getum ítt þá aftur á sama takkan. Þannig að þetta gæti gengið þannig.
en það er svona seinni tíma hönnun. Kannski breyti ég þessu heimaverkefni einhvern tímann þannig að þið eigið að nota bara einn takka í staðinn fyrir þessa 2 hérna. Bæði fyrir fjarstýringuna og fyrir upp og niður takkan inn í skúrnum. Nú, þegar hann er komið niður þá verður B2 virkur sem er hérna, markgrófið lokað B2, það er þessi hérna, og þá er hleri stopp. Þá fer hann í stopp vegna þess að þegar B2 verður virkur þá sjáum við það, sjá loka, þá förum við í, líklega fer þetta bara í stoppa lokun dæmið. Sjá, þá er á bakvið það er sem sagt annarkvort að markrofi lokað B2, þá stoppar hann lokun, eða við myndum smetla á hnapp, annarkvort fjarstýring opna eða opna upp hnappinn inn í skúrnum. Svo að þá held ég sé búin að fara í gegnum alla virknina í þessu og þá prófum við þetta bara aðeins aftur. Getum valið hér að opna og svo getum við valið með fjarstýringunni að loka, og ef að ljósgeislinn rofnar þá snýr hann bara við og opnar hlerann, og svo getum við getum ekki lokað, hann stoppar reyndar ef ég reyni að snúa við, og svo bara hoppar hann og fer í að opna aftur ef ég reyni að loka hann. Þannig að ég smelli á neðarstoppið, þá náttúrulega getur ég stoppað þetta, en þegar ljósgeislinn kemur aftur á þá, og ég set neðarstöðunar takkan inn þannig að hann gefur samband, þá get ég pantað hann aftur að hann fari niður. En sko þessir takkar eins og neðarstopptakkin, hann verður að vera við latsing og líka ljósgjafi. Ég er ekki viss að niðri sé, hann verður allavega ekki virkur hérna sko, vegna þess að við erum að fara eftir talningunni. Þegar við erum komin upp í 300 þá er B2 orðinn virkur. Og bíddu nú við, það er skrítið, ég náði ekki, við fer hérna aðeins upp og ég stoppa hann bara aðeins eða bið að fara niður aftur, og þá fer ég gegn markgrófið lokað. Ef ég smelli á þennan hérna, hann bara virðist ekki virka. Það verður ekki virkur fyrir en að samanburðarþátturinn gefur það til kynna. Já, það er vegna þess að það er ekki bara ég sem er að ýta á þetta, það er líka annar búnaður hérna sem að hefur yfirráð vegna þess að það er kannski skrifað þú út síðast. Hér var sami útgangur, skiptir ekki máli hvenær ég ýta á hann virkar í rauninni ekki neitt, vegna þess að þessi hérna markrofi lokað, hann er ekki virkur, ekki fyrir núna. Það þýðir ekkert fyrir mig að reyna að blöffa þetta sko. Ég ætla að skoða eins hvað er hérna til á bakvið, ég ætla rétt að tékka á því. Markrofi lokað B2, já, þetta er þessi hérna. Markrofi lokað B2, núna er hann virkur. Ok, B2 niðri er texti á hann hérna. Það er ljómandi, þá vitum við það. Þetta er hann. Þá ef ég reyna að opna hérna, og þá skiptir engu máli þó að ljósgeislinn sé rofinn hérna.
hann heldur bara áfram. Það breytir engu. Ég get hins vegar ekki farið að loka ef að ljósgeislinn þarna, hann fer bara í stopp. Það not ljósgeisli sko, það fer að opna og hann var í að opna hérna og síðan var farið í að stoppa opnun í rauninni, eða ég vildi hérna, ég smelti á takka hérna niður, ef ég vel aftur upp hérna, hann fer það, en ef ég vel niður þá stoppar hann. Ég gat stoppað hann á það. Jæja, það verðist ekki fara þangað aftur. En til þess að geta lokað, það vill ekki fara, þá hérna setjum ég ljósgeislann, þá get ég farið niður. Þannig að, og ef eitthvað lendir fyrir ljósgeislann, þá snýr hann við og fer upp. Og ég loka, nei það gengur ekki, hann stoppar. Setja ég ljósgeislann aftur á og ég fer að loka. Þetta svona vinnur alveg. Og þegar að B2 gefur merki að það sé lokaður, það í rauninni talningin, það samanburður hérna markrofi lokað B2, að þá hlerinn lokaður, eða hlerinn kominn niður. Þá held ég að ég sé búinn að fara yfir það flesta í þessu heimaverkefni 5.